sem þetta hafðist á einhvern ótrúlegan hátt þarna í lokin að komast í úrslitakeppnina og nokkrir dagar í þetta. Hvernig tilfinningin? Bara mjög góð, ég meina eins og segir þetta voru hafðist á síðasta snúninga sem maður segir og við spilum örugglega síðustu 6, 7, 8 leikir í deildinni bara undir mikilli pressu og það er náttúrulega erfitt að vera alltaf í do or die leik og hvað þá með svona marga leiki en eins og segir þetta er ný keppni núna og við getum aðeins verið að náttúrulega þetta er erfitt en ekki með sömu pressuna endilega á bakinu þannig að ég er mjög spennt og liðið allt mjög spennt. Þetta tímabil, ég meina það er hægt að skrifa örugglega heila bækurnar hvernig þetta hefur farið allt saman en svona þegar lítið tilbaka væntanlega geggjað að vera komnar sem í úrslitakeppni. Já, bara frábært að vera komnar í úrslitakeppnina og við vorum þetta var bara orðið erfitt og leiðilegt en svo tekur Ari við og bara þvílíkur viðsnúningur sem hann er búinn að vera með okkur og það er gaman að mæta æfingar og það er eitthvað til að keppa að og við höfum bullandi trú á liðinu og hann er búinn að gera mjög flottar hluti úr þessu sem eftir var. Deildarmeistararnir sem bíða Haukar, Helena, Vitney, þetta er rosalegt lið sem við erum hvernig líst þér á verkefnið? Bara þær eru mjög góðar og eru búin að vera jafnbestar í vetur og það sýnir sig þær eru deildarmeistarar þannig að hörku lið en við erum tilbúin að takast á við þær og gera okkar allra besta til að reyna að komast í úrslitakeppni. Fyrir 2 árum þá varst þú sjálf í nánast nákvæmlega sömu stöðu, 4. sæti á móti Haukum. Sjáum við meira svoleiðis ævintýri? Já, ég meina, ég kannski vön að vera í þessu stöðu með við það en jú, ég meina við komumst 2-0 yfir þá og töpuðum 3-2 þannig að það fer í reynslubankann og vonandi gerist það ekki aftur. Hvernig staðan á Borgnesinum? Er búið að trekkja upp fjósamenn og hvernig staðan? Já, þetta byrjar hægt og svo eykst þetta. Ég býst við fullu fyrst ásöllum og svo Borgarnes verður fullt af fólki þannig að þeir standa við baki okkur og hafa staðið við baki okkur í gegnum súrt og sætt þannig að ég trúi að þeir mæti og fjölmenni. Glæsilegt.